Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Ég er með skemmtilegan gest, ekki endil út og hún sé fyndin, heldur bara það er svo margt sem hún hefur frá að segja. Svo vill maður sjá hverju við getum þjappað inn í eitt viðtal, kannski verða þau tvö. En gestur minn er hún Stína Holm sem býr í Danmörku. Velkomin Stína. Takk. Hvernig stóð á að leið þín og fjölskylduna lág til Danmerkur? Við bjöggum á sveitabæ fyrir norðan og það var komið tími til að gera eitthvað nýtt. Við seldum sveitabæinn sem vorum á og vorum með mikið af hrossum og leigðum svo jörð fyrir sunnan til að selja hrossin og svo þaðan þá flyttum við út til að prófa eitthvað nýtt. Voruð þið með mörg börn með ykkur eða bara ákvaðuð þið bara svona fara? Við vorum með 3 börn en eitt var eftir á Íslandi í byrjun og kemur svo hálfu ári seinna til okkar Já. og Var, elsti. já. En var þetta ekki stórt stökk? Þetta er svolítið, þú veist, selja jörð, selja bústopp og svo bara fara. Þetta var mjög stórt í raun og veru. Við vissum ekkert hvað við vorum að fara út í. Nei, það er nú sjaldan, sko. En við hefðum mjög gott fólk til að hjálpa okkur. Já, Mjög gott fólk sem við gátum fengið aðstoð hjá og en það hefði okkur aldrei tekist það án þeirra. nei. En svo ílengist þið ekki í Noregi. Nei, svo förum við til Danmörku og það er að sama í Danmörku. Við móðir Fransískina minna, hún býr hérna í Danmörku, vinkona mín, og hún hjálpaði okkur alveg ótrúlega mikið og dóttir hennar og fjölskylda bara við að koma okkur fyrir hérna í Danmörku. Og hún heitir Una Svalrún, hún það má alveg koma fram. Já, að sjálfsögðu, að sjálfsögðu. En þegar þið skipti, ég meina bændur, ekki eru þið bændur í Danmörku? Nei, nei. Þannig það þurfti að finna sér nýtt til að starfa við. Já, í raun og veru þá náttúrulega byrjum við náttúrulega eins og allir aðrir, við byrjum í verksmiðjuvinnu og einhverju slíku og svo fæ ég 2007 þá fæ ég hjartaáfall. Ú, Já, og sem enda náttúrulega með því að ég enda upp á sjúkrahúsi og svo einhverju mánuðum síðar þá fæ ég pacemaker, gangráð. já, En móttakan sem ég fékk upp á sjúkrahúsi, því að þetta var náttúrulega alveg svakalegt áfall að gangi í gegnum. þessi sjálf. Ég hugsaði með mér ef ég gæti hjálpað einhverjum öðrum eins og mér var hjálpað þarna, þá gæti ég skilað einhverju tilbaka af því sem ég hafði móttekið. Þannig að ég í raun og veru læri félagsliðan og svo beint í sjúkraliðan og svo þaðan í hjúkrunarfræðinginn og kláraði það allt og starfaði það sem hjúkrunarfræðingur. Og tók reynda grasalæknirinn þar á eftir, þannig ég líka grasalæknir. Þetta er náttúrulega ótrúlega ferli, sko. Já. En svona gerist oft að það gerist eitthvað í líf okkar sem leiðir okkur inn á nýja braut. Það gerir það því að áhuginn minn liggur alltaf í fornleifafræði og sagnfræði, þannig að ég vildi vera hjúkrunarfræðingur, það er alveg ótrúlegt. Já, en fornleifafræði og sagnfræði, er það til dæmis grunnurinn af þessari ástríð ykkar fyrir víkingatímanum og öllu því? Já, sko, ég náttúrulega skildi svo þarna á leiðinni við manni minn sem ég semst á börnin með og kynntist bensku kærastanum mínum, eða kynntist hann ekki neitt, ég bara hitt hann aftur, þannig að þegar ég skil við manni minn þá fer ég til Noregs og er að vinna þar í 1 ár. Þar kynnist ég, eða hitti ég aftur fyrrverandi kærasta minn og það var í 2013 og hann velur að flytja, hann hafði líka verið að skilja á konuna sína og hann velur á þeim tíma að flytja með mér til Danmörku. Því að tvennu, að búa í Noregi, að búa í Danmörku, þá er lífið auðveldara hér. Út af hverju finnst þér, er það auðveldara? Er það út af loftslaginu eða vinnumhverfinu eða? Sko, það er fyrst og fremst náttúrulega vinnuumhverfið og það að sjá fyrir sér og komast af í Danmörku er auðveldara. Þú færð meira fyrir launin. Launin er mun lægri
en þú færð mun meira fyrir launin hér heldur en þú færð bæði í Noregi og svo enn verra það á Íslandi. Já, við skulum eiginlega ekki tala um það, sko, það er bara skelfilegt. En það er svona fyrst og fremst það og svo það líka það að áhugamálin liggja í fornleifafræði og sagnfræði og eftir ég skil við fyrrverandi manni minn sem hafði engan áhuga á þessu, þá fór ég að stunda þetta aftur. Ég var enda leið og ég var búin að ferma yngstu dóttur mína, þá sagði ég mér úr kristinni kirkju og skráði mig inn í ásatrúa. Já. Og ásatrúani í dag og stunda það mjög vel og mikið. Er sterkur ásatrúahópur í Danmörku? Já, hann er mun stærri á Íslandi, en hann er ekki sterkur. Já, kannski það bara vegna þess að ég inn í hópnum hér, en þegar maður hugsar það yfir 4.000 mann sem skráð í ásatrúafélagið á Íslandi, á móti því að hér ekki skráð nema umkring 600 manns. Já. En á Íslandi búa 400.000 manneskjur, í Danmörku búa 6 milljónir. Það undrar mann, en það er náttúrulega fullt af fólki sem ekki skráðin en félög eða nú komin allavega 2 ný félög líka sem allavega annað að sækja að verða löglegt, eða sem sagt trúfélag. Já. Trúfélag, já. Já. Og það félag sem ég í dag. Já. Já. Fornsið það sem opinbert í Danmörku í dag, en Nordiskik á leiðinni þangað. Frábært. Já. Það þú átt eftir að safna fleirum í félagi, held ég. Ég reyni. Já, það er skemmtilegt. En það að vera í ásatrúarfélaginu gerir þá líka tilkall til þess að þú sért klædd svolítið á annan hátt ef þið eru með athafnir eða eitthvað þess að það ekki satt. Nei, í raun og veru ekki. Þetta alveg tvennt ólíkt. Það margir sem halda ef þú ert ásatrúar þá ertu víkingur líka. En þetta 2 ólík. Altså ásatrú mitt trúfélag. Já. Víkingar mínir mitt hobby. Ok, já. Það meina ég þetta tvennt því að ég svo í systraskap sem nord sem heitir mánasystur og við erum eingöngu nordiskar, mánasystur nordiskar, já. Ég á það til að blanda, ég búin að vera hérna yfir 20 ár. Já, ég skilja. Og þetta gengur allt út á dönsku þannig að sko oft á ég ekki, eða man ekki íslensku orðin, hinn eru svo sterk. Við stafsum því. En það gerir að við til dæmis blótum alltaf, við erum saman 8 helgar á ári. Já. Við erum út í skó og annarkvort erum við í hengikojum eða í shelter eða bara í tjaldi eða einhverju þarna út í skóginum. Já. Alltaf blótum við. Sem sagt við höldum blót alltaf á laugardagskvöldinu. Og þá ertu að tala vikinga, ásatrúna. Þá ég að tala ásatrúna. Já. Og við veljum svo að nota sem sagt sögulega klæði. Já. Og það þau klæði sem við klæðum okkur í, en flestir ásatrúnir klæða sig ekki í þessi klæði þegar þeir halda blót. Það bara venjuleg föt eins og þú og ég erum í. Já. Þannig það svona aðgreining á þessu meira í, já. Já, sumir líkar það ekki að það svo margir sem halda ásatrú og víkingar sé eitt sameiginlegt. Það gaman að segja frá því að við erum kannski á mörkuðum sem yfir 300 víkingar. Já. Það flestir af þeim sem ásatrúan. Flestir eru kristnir. Ég skil, já. En það gaman að halda í heiðri ákveðnum gömlum siðum. Já, og ég geng mjög mikið inn á það eins og til dæmis með þessi klæði, þá litum við þau með plöntum eins og var gert á Íslandi og all Norðurlönd hér áður fyrr. Já. Við saumum þau eins mikið við getum í höndum og reynum að, sko það fundin föt, sem sagt það fundin þræðir og stykki úr fötum sem sýnir að við höfum notað ull mjög mikið, við höfum kannski notað hör og það notað kannski eitthvað silki. Þetta svona
litlir hluti sem er verið að finna oft geymdir undir það sem við kallum skálaspennur. Það Já. er sem sagt það sem er gert saman sem sagt ytri kjól og innri kjól og þar finnst kannski pínulitlir þræðir eða stykki af efni og út frá þessu hafa fornleifafræðingar og aðrir góðir menn mynda sér skoðanir á því bæði hvernig fólk var klætt með við tíman og myndir, við eigum jú myndir, saumaða myndir frá þessum tíma. Já, já. Þannig að við getum séð svona nokkurn veginn hvernig við höldum að þeir hafa verið. Já, já. En þú veist, mikið af þessu er getgátur. Að sjálfsögðu, það segir sér sjálf, það er orðið of langt liðið til þess að geti verið annað heldur en getgátur. En segð mér aðeins, sko, að því þú ert grasalæknir, þá náttúrulega þekkir jurtirnar og þú veist náttúrulega hvaða jurtir þú átt að nota þegar þú ætlar að lita á annað þess áttar. Já, grasalæknirinn stendur náttúrulega mest af því að nota plönturnar til að hjálpa fólki í sambandi við heilbrigði, sár eða þú veist, það er eitthvað að þannig. En sko eiginlega víkingalífið hefur svo kennt mér hvaða plöntur ég nota, hvaða plöntur gefa hvaða lit. Já. Þannig að það er endalaust svona, við erum búin að vera að prófa með lauk, þú veist, hýðið að lauknum og sjá hvað það gefur og svona ýmislegt. Rænfang á íslenska held ég. Það til dæmis gefur gula lit. Ef ég setja saman með járni í járnpott kannski, þá fæ ég kannski græna lit. Já, en gaman. Þetta er búið gaman, já. Ég átti einmitt þegar fyrsti garðurinn sem ég átti, þá var ég með regnfang. Já, og það sem ég finnst yndislegast við þá plöntu, það er að hún bara lyktar svo vel alltaf. Já, en það er sko, þú veist, þetta er, ég veit ekki, ég hef ekki kíkt í garða hjá fólki akkurat núna, sko, en ég held að þú sjáir regnfang meira í eldri görðum heldur en í nýri görðum. Já, það er vegna svo þarf að passa svolítið annars breiðir að sé hreinlega út allt. Já. Og þá þú þarft að passa og þarft að vera með það annarkvort í krukku eða í mjög litlu lokuðu beði þannig að fara ekki allt. Já. Ég er annefið það í garðinu hjá mömmu og ömmu. Já, að sjálfsögðu, já. Og svo notar maður birki til dæmis og þá litar þú grænt. Já. Það er svona, já, og svo notum við plöntu sem við kallum krabb, það er fengið frá sunnan frá einhvers staðar, það vex ekki hér svo ég veit til og það litar rautt. Þess vegna vil ég meina að rauði liturinn hafi verið mjög mikil hátíðalitur og blái kannski minni að því við gátum lita með bæði væt og bláklukkum og einhverju fleiru sem vax á Íslandi. Þar gátum við fengið svona bláa liti. Já. En rauði liturinn var mjög erfitt að gera, þannig ég held að hann hafi verið meira hátíðlegur heldur en svo blái. En ég þori ekki að fara með það, ég er ekki fornleifafræðingur. Nei, en ég er svolítið sammálaður í þessu og það er líka svolítið gaman að geta þess sko að rauði liturinn var heldur ekki hjá Indíánum í Norður-Ameríku. Já, þegar þeir fara að eiga vöruskipti við evrópska veiðimenn sem að koma til þess að veiða og selja skinn og annað þess að þá vildu konurnar helst rauðarperlur og annað þess að þannig að það var ásókn í rauðalitin að því að hann náttúrulega kemur ekki beint úr svona náttúrunni nema eins og ég er nýbúin að vera í Mexíkó og þar voru sýndi konan okkur á einu vefstæðinu að hún var með litlar bjöllur og úr bjöllunum kom rauðliturinn. Já, einmitt. Þannig að þetta er svona, já, svolítið flókið með litina þegar það er bara þannig. En þegar þið haldið blót, hvernig fer blótið fram hjá ykkur? Við ákvöldum, við stöndum náttúrulega yfirleitt í hring og svo sem sagt lokum við hringnum sem þýðir það að bæði börn og dýr mega fara í gegnum hringinn en fullorðnir eiga að halda sig í hringnum. Já. Við ákvöldum guðuna. Við erum með það sem við kallum skálarundi, þá erum við annarkvort með horn eða eitthvað slíkt sem gengur hringinn og þú getur verið með svona persónulega skál þar sem að þú segir eða biður eitthvað persónulegt. Þú getur verið með
skálaröndu þar sem þú í raun og veru hyllir guðina Já, og við gerum það alltaf og áköllum einhverja ákveðna guði sem passa til það efni eða já, það efna sem þú ert með í blótinu þann tíma. já, Þú þakkar kannski fyrir hjálp eða óskar eftir hjálp eða óskar eftir hjálp til annara. já, Síðan í mánasysturs blótunum þá sem sagt komið náttúrulega inn á okkur sem nornir og það sem við byggjum fyrir okkur sérstaklega. Og svo erum við náttúrulega með 3 ára hring þannig að við erum með mismunandi áherslur. Er það eftir tunglónum eða? Það fer svolítið eftir tunglunum, við erum með sólár og svo erum við með mánaár og við erum með, já, nú þetta út náttúrulega, það er að ég sem hérna og fyrir. Já, en við erum semst með 3 ár sem að við Láti ganga. sem við kærum alltaf aftur og aftur, töfrahjólið eða 3. árið. Já, töfrahjólið, já. Þannig að sólin og sólguðirnir, mánin og mánaguðir og guðinjan sem að að því að ég er náttúrulega nordist þá trúi því að guðina búi á mánanum. Já. Að því að mánin er náttúrulega guð í ásatrú fyrir sig. Já. Og við erum allar ásatrúandi sem eru í þessum flokk. Þessu nornahóp, já. Já, þannig að þetta er ekkert og hefur ekkert með virka að gera en máski svona líkist það kannski einhvers staðar. Já. En þegar þú segir nornir, við þá að tala í ásatrúni talaði náttúrulega skapanornirnar sem voru viðstættar, urðu verðandi á skuld þegar börn fættust og annað þess aftar. Eru þið til dæmis að veita heilun eða hjálpa fólki eitthvað? Eru þið að lesa í spil eða lesa eitthvað fyrir fólkin í framtíðina? Já, við erum náttúrulega við meisturum allar sætin líka, eða seiðin, þannig að það kemur inn í völvuhlutin eða völuhlutin, hvort sem þú notar orðið vala eða völva. Já. Og þannig að þar eigum við að geta kíkt inn í framtíðina og sjá hvað getur skeð og farið á stað með spurningu í huga og reynt að fá svar við henni. Já. Og við höldum alltaf 1 til 2 seiðhelgar þar sem við í raun og veru erum alla helgina í að þjálfa okkur í þessu því að seiður er ekkert annað en þjálfun. Þetta er ekkert sem kemur að himnum ofan. Nei. Maður þarf að þjálfa sig í þessu eins og allu öðru. Já. Svo notum við náttúrulega heilun. Ég lærði hjá Birgit á sínum tíma reiki og reikimeistarann og nota reiki náttúrulega mjög mikið bæði í minni vinnu og líka sem norn. Já. Grasalæknirinn kemur þarna inn í því að ég get náttúrulega notað hann, plöntur og annað til að hjálpa fólki. Þannig að allt þetta í sambandi við heilun, alveg sem hvort það heiti hjúkrunarfræðingur eða grasalæknir eða norn, kemur allt í einn pott hjá mér. Við nota þetta allt um. Já. Dásamlega. Já, við erum líka að nota það og svo náttúrulega eins og ég segi, við erum úti í skógi, við sitjum úti yfir nótt kannski, frá því að sólin fyrir neðan, þannig til að sólin stendur upp til að sjá hvað kemur til okkar og hvað verður. Þetta minnir kannski pínlítið á Indíanan líka. Já. En ég meina, norræni menn, þeir stunduðu útisettur líka, sko. Og það er þess vegna sem við gerum þetta og við stúderum mjög mikið, við lesum þessa gamlu bækur, Snorra, Eddu, Tatasíus, allt þetta sem við getum mögulega fundið, líka bækur sem aðrir hafa stúderað þessa fræðimenn okkar og skrifa bækur sjálfur sem við hlustum á eða lesum í og reynum að finna svona okkar veg í gegnum allar það upplýsingaflæði sem við getum fundið. Sem samt ekki rosalega mikið. Nei, það er það sko að það líka kristin trú lagði náttúrulega sett eiginlega loka á þetta í svo margar aldir. Þannig að þið eruð að grafa upp gamla þekkingu og rauninni bara fikra ykkur áfram með þær upplýsingar sem
koma en kom ekki stundum skilaboð til ykkar þegar þið eruð að sjóða seyð eða eru með seyðin að vinna með það? Jú, það gerir það. Já, þannig að því það er náttúrulega allt er til á sama tíma þannig að Og þessi svona eins og flashback nú stundum, þá svona allt í einu veit maður bara hvað maður á að gera og svo þegar maður reynir að finna út hvaðan veit ég þetta, þá getur það eiginlega ekki fundið, en það er eins og, sko, eins og genin muna eða eins og ættin kemur í gegn. já, Já, það er svona sem þú ert að gera og það gengur upp. já. Það er yndislegt. En þessar konur sem eru með þér í Norðnahópnum, er þetta mest íslenska konur eða bara danskar? Þær eru ekki íslensk. Þær eru danskar. Já, já. Að því það Báðar sem eru með núna, já, allar 3 ár í raun og veru eru danskar. Já. Hvað er hópurinn, Norðnahópurinn ykkar stór? Við teljum 4 Já, í augnablikinu. Já. Við erum ekki búin að loka honum en þá alveg. En við tökum ekki fólk inn, við tökum ekki nýja byrjendur inn nema sko á 3 ára fresti. ég skil. Því að það er þessi 3 ára syklu sem við höfum. Þú þarfst að fara í gegnum hann allan Já, og það er fyrst þá sem þú verður innvígð sem norn. já, Þangað til ertu í raun og veru mánageisli. mánageisli. Já. Já, já, Þú ert mánageisli þangað til að þú ert búið með allt og búin að læra þetta allt saman já, og síðan síðasta árið þá í raun og veru velur, vil ég halda áfram eða ætla ég að stoppa og viljum við að þú haldir áfram eða viljum við að þú stoppir. Svo þegar allir eru búin að finna þessa sameiginlegu ákvörðun, þá verður farið eftir henni. ég skil. En eftir hvaða upprunalega formi farið þið? Sko, allir það hafi ekki, já, það er náttúrulega formið með blót, það er náttúrulega eldæva gamalt. Já, 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 Og það tökum við frá heiðinni, beint frá heiðinni. já, Þetta form með 3 ára syklus er það sem að það er fyrstu 2 sem voru sem nornir sem eiginlega fundu út hvernig það er alltaf að gera við þessi þekkingu allstaða frá. já, Og svo reyndi það bara að finna bestu leiðin út úr því og við erum ennþá að forma og laga og breyta og við erum svo ungar, við erum með bók sem við erum að skrifa þetta allt í og sem sagt, en það er alltaf verið að breyta henni. Svo fengum við nýja inn núna síðasta ár já, og hún kemur með sína hugmyndir og ef að það er svona passa betur eða þú veist, gefa meiningu, þá þurfum við að breyta einu sinna enn. Þannig að það er mjög svona dynamisk við erum hvergi fastar. Nei, en þú ert náttúrulega sem hjúkrunarfræðingur þá ert að vinna væntanlega á einhverju stofnun. Ég er að vinna á sjúkrahúsinu í Grímsstaði, já. Já, og svo býður svo fólki upp á heilun þess fyrir utan. Þau geta komið í heilun til mín eða þau geta komið í viðtal í sambandi ef eitthvað er skilur þá getur komið og fengið hjálp í sambandi við grasalækningarnar og maðurinn minn hann sé meira heiluna í dag, mér finnst hann vera sterkari en ég. Já, sem það er ekki endilega að vera rétt en það getur líka bara verið verkaskipti. Já, hann er með nudd og heilun. Já. Passa mjög vel saman, ég er meira með grasalækningarnar en ég tek hitt líka ef þess þarf. Já. Já, ég það, já. Er svona viðurkenning á grasalækningum í Danmörku svipað á til dæmis er í Þýskalandi þess að sem að jurtir og annað er töluvert gert hátt undir höfði? Nei, því miður. Því að við höfum verið lokuð af svolítið mikið grasalæknar í Danmörku, við megum ekki gera okkar eigin mylstúrur og í raun og veru ekki okkar eigin salva og öðru annað, nema sækja leyfi frá Fødevarestyrelsen, heitir það hér í Danmörku, ætli það sé ekki svona mast eða eitthvað heima. Já. Og en þeir eru mjög erfiðir og það kostar mjög mikið að gera þetta, en það sem við getum svo gert eftir móti, það eru heilsubúðir út allt. Þannig að við getum ráðlagt að kaupa þetta í staðan fyrir þetta og gera svona í staðan fyrir hinsegin, svo lengi sem við erum ekki að selja neitt sjálfur.
Ég skil, þetta er, já, Leiðan við þurfum að selja eitthvað eða framleiða eitthvað, þá fáum við þessa munnkörfu á sem að allir aðrir eru með, að þá máttu segja hvað er í þessu og hvað þetta gæti hjálpa fyrir punktur. já, Og þú mátt ekki segja að þessi er betri en hinn eða eitthvað slúið, þú verður algjörlega svo fastur í þessu að maður vill það ekki. já, þetta er, Breytir ekki því að maður gerir þetta allt saman fyrir heimabrúk og og já, og já, fyrir fjölskyldu. fjölskylduna, já, Svoleiðis. og nánavini, já, já, yndislegt. Það er alveg frábært. Hérna, en sko þegar þið eru með hérna svona ásatrúarblótum, fylgja þau einhverjum ákveðnum hérna tímapunktum? Er það tunglin eða er það, já, Það eru þessar fjórar, þú veist, dagur og, það er sem sagt á vorin, haustin, veturnar og sumrin. já, Sumarsólstöður, vetrarsólstöður, vorsólstöður og haust. já. Þú segir sko, við förum út í skó, er nægilegt rými til að fara bara út í skó? Er pláss? Það er svo ótrúlegt að í þessu litla landi sem Danmörk er, það er nú helmingi minna heldur en Íslands, Já, það er nóga skógi til að fara út í. en yndislegt. Já, það er það og þeir eru farin að passa núna sko að halda skóginn. Já, Við vorum í Norðurlandinu fyrir 3 vikur síðan og ég get sagt þér það var svo yndislegt þar uppi, maður var svo týndur bara út í skógi sko og virkilega í skóginum. Það heitir Rebelbakkar sem við vorum og Rebelskógur. Það er ekkert langt í næsta veg þannig séð, nei, en þú varst algjörlega bara inn í skógi. það er dásamlegt. Það er dásamlegt. Trén eru svo, það er svo gefandi orka frá trjánum. Og náttúrunni allri náttúrunni. Þetta var alveg dásamleg helgi. Við förum líka 3 á ári í svona, einu svona ári í 3 ára alltaf í svona pílagrímsreisu Já, og við förum til Svíþjóðar, einu svona ári til Uppsala já, og við förum til Noregs og förum svona á gamlar minjar þar og Ásuhaugurinn held ég, drottning Ása held ég að heiti á Íslandi, Ósebæhóin heitir hana já, og í Noregi og svo förum við í Læri í Danmörku. já. Ég held ég hafi einhvern tímann komið þangað. Já, það er talið að þar hafi verið þessi stóru blót 9. hvert ár. Já, Við þurfum að finna þetta í Noregi, við erum ekki alveg búin að finna hvar við getum svona fengið það sama en okkur finnst bara haugurinn hennar Ásu sem er búin að gefa okkur í raun og veru svo miklar upplýsingar því að hún hafði svo mikið með sér sem að í raun og veru við notum í dag sem staðfestu enga á að þetta og þetta og þetta er rétt eða allir víkinga sem er í víkingamiljöðinu nota það líka skilur því að þetta er svo miklar upplýsingar sem koma frá henni þannig við nota hana sem svona líka helgist og svo 9. hvert ár þá ferum við til Íslands. Já. Yes. Og hvar blótið þið þá? Það er ekki alveg ákveðið þá. Nei. Ok, en það er sem sagt þá. Við förum eftir 2 ár sem sagt, næst til Ísland og ég veit ekki, það er náttúrulega ég sem þarf að gera rútuna sem við förum þá, en við blótum á Þingvelli náttúrulega, það gerum við. Það sjálfsögðu. Það er engin, en hvert við förum, skilur við, til að upplifa, það er ég ekki alveg búin að ákveða þá. En blótið er alveg ákveðið, það verður á Þingvellum, alveg eins og hefur verið gert frá upphafi alda. Já, þá er ásatrúarmenn á Íslandi með blótar líka eða hvað? Ég er ekki viss um að það verði á sama tíma. Nei. Nei, ég er ekki viss um að það verði, því að þeir blóta til dæmis, ég hef verið með í blóti í 10. viku sumars á Þingvellum og ég er ekki viss um að þeir blóti aftur svo ég viti til, en það getur vel verið án þess að ég viti það sko. En það hef ég verið með ásatrúarfélaginu og var blótaði upp í Almannagjá. Já, einmitt, já. Ég myndi vilja vera við stöng en það er náttúrulega girt af.
Já, kannski, en ekki allt, sko, svæði. Nei, 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 Nei. það er ekki allt í staði, en akkurat þarna við nei, ekki stöng, heldur stöngina, það sem Já, fáninn stöngina, stendur. já, ég skil, já, Já, það, já, það er já, fyrst af, þannig þú getur staðið alveg við það, en já, hefði verið gaman að geta komist að. já. Það er svolítið búið að afgirða allt Já, á já, Þingvöllum og hérna, það kemur þá fram í því líka, sko, að það er komin ofvöxtur í allt gras, að því það er ekki slegið, þú veist, já, já, og hérna eins og áður var og nema bara sumum flötum og svo líka hitt, sko, ég man að þegar ég var krakki að þá náttúrulega fór ég á Þingvelli með pappa og mömmu og við hann fórum niður, þá náttúrulega var þetta að keyra niður Almannagjá, já, svo einmitt, langt ég veit síðan, sko, það. já, og hérna, og þá var sko pappi að skjótast inn í klettin á einum stað og koma út á öðrum stað og þetta getur maður ekkert leyft börnum að gera lengur því að það er búið að loka fyrir allt svona. En Já, þetta var mesta ævintýri, sko, pappi bara hvarfinn í klettin og svo bara byrja hann á einhverjum allt öðru stað. Þannig já, að hérna, töfrarnir, þú veist, þeir hafa aðeins mist sín með því sem er lokað, en með við kannski alltaf fólk sem að kemur á Þingvelli núna, þá væri ómögulegt að hafa þetta svona. En, já, það er mjög. þetta var. En hver er allsherjargoði í Ásatrúarfélaginu í Danmörku? Höfum engan allsherja góða, það er ekki til. Það er vegna þess að þá finnst þeim að einn maður fái of mikil makt. En við erum með formann eða það er formaður í Fordsið sem er kona Já, og heitir Kamilla já, og við erum með formann líka í Nordisk Skikk sem heitir Guðrún og Guðrún er svolítið merkileg kona og hún talar íslensku. já, er hún dönsk samt, eða hvað? Hún er dönsk og vinn á Íslandi og er vinur að Ásatrúarfélaginu á Íslandi og talar íslensku og les íslensku og verulega gaman En að því. frábært, já, frábært. Þetta er Guðrún Viktoría. Það eru mjög margir Íslendingar innan Ásatrúarfélagsins og innan Víkingafélagsins sem þekkja hana. Já, Já. og Guðrún heldur áfram að vera þetta algenga nafn. Hvað Já, skiptir já. allir annars staðar? Hún heitir Guðrún Viktoría Gottfriður. Já, frábært, Já. alveg dásamt. Ég segi bara ekki annað að takk alveg æðislega fyrir þetta skemmtilega spjall, Uglastína. Fyrir ekki að ég kallaði Uglu líka, en er það nornanafnið? Já, og vikinganafnið. Já, Það er örugglega. já. Það er bara, hérna, mér finnst svo gaman, ég hef alltaf verið svo, hérna, uppnumin yfir vikingatímanum og gerði á sínu tíma vikingaspil. En Já, já, 93 minni með það hafi verið, þau voru gefin út í Noregi líka og þau voru gefin út í Austurríki og Þýskalandi, en ég var bara svona 20 árum á undan, sko, Netflix kom ekki með vikingaþættina, þú veist, og það kom ekki þættirnir hann Ragnar Loðbrók eða þetta, þannig þú veist, ég var bara eins og í svo mörg öðru aðeins á undan tímanum. En já, og það er svolítið sniðugt að þetta með Vikings á Netflix já, hefur gert það að verkum að það hefur, held ég, þriðdoblað sko heimsóknar fjöldi gesta við erum náttúrulega öll tengd söfnum og ég er tengd söfninu í Borg-Vígahán já, og ég held að hafi þriðdoblast já, heimsóknar, fólk sem hefur komið síðan þeir voru gefnir út. Þannig að þetta er mjög vinsælt í dag. Man hefur bara séð kurvuna bara allavega upp að síðan við byrjuðum sko 2014. já. Nú Það er- kurvan bara Það er við erum að rifja upp ræturnar. og það vilja það allir. Við erum öll einhvers staðar inn í hjartanu svolítið fortíðadýr, held ég. Já, já. Mm. Við erum með tenginguna þangað og hingað, en þín er þessi óráðna, sko, þannig að það er náttúrulega bara eðlilegt að við séum tengd við vikingana. Ég held að það sé ekki hægt annað. En enn og ný, takk æðislega fyrir þetta yndislega spjall og bara, þú þarft að senda mér upplýsingar sem ég get sett hér fyrir neðan ef að fólk vil hafa samband við þig. Já. Eftir að það sér
þennan þátt Já, og þannig þú sendir mér það í pósti og þá getur fólk einmitt haft samband við já. þig. Og ég bið þig sem ert að horfa og hlusta á endilega að smetla á like ef þú ert sátt ánað með þetta viðtal og ég tala nú ekki um að smetla á subscribe fyrir þáttinn líka því það hjálpar þessi efni að komast út og þetta er merkilegt að vera ásatrúar í dag, að vera í nornahópi og vera svo hjúkrunarfræðingur. Þetta er svona skemmtileg blanda svo að að við þurfum að leyfa söguninnar Öklustínu að komast sem víðast. Svo takk fyrir bara í dag.